Magnús, við erum hérna í húsakynnum ykkar, björgunarsveitarinnar Súlna, í svæðisstjórnarherberginu. Þetta er svakalega flott aðstæða sem þið eru með. Hvað er þetta stórt svæði sem þið sjáuð um? Sko svæði sem við sjáum eða svæðisstjórnin hefur yfirumsjón með nær frá svona, hvað sé svolítið vel inn á Laugafellinu á hálendinu og síðan náttúrulega nær þetta héðan eftir Vaðlaheiðinni og út í Flateyjardal og Fjörður og síðan út á Ólafsfirði og fjallgarðinn, má segja helmingurinn á Tröllaskaganum sem fylgir okkur alveg hérna. Já, þannig að þetta er heljarinnar svæði sem að súlur eru með. Já, við erum svo sem ekki eina sveitin á svæðinu en svona tæknilega stjórnun og stjórnun aðgerðana á þessu svæði fer yfirleitt fram hérna í húsinu. Við úthöfum svæðisstjórninni sem er náttúrulega bara félagar í björgunarsveitunum, sköpuð þeim þessa aðstöðu og þeir hafa hér allan tæknibúnað og það sem til þarf. Því að það er þróunin orðið svo að þetta vinnst nú mikið á neti og fleiru, þannig að þetta þarf að hafa góða aðstöðu til þess að vinna og skipuleggja. Við sem erum hérna á annarri hæðinni þar sem að funda aðstaða og við erum með 2 litlar skrifstofur hérna, síðan erum við með fundarsal sem við höfum verið að nota lengi. Alveg frá þegar við tókum húsið í notkun 2001 og það er þessi litli salur hérna. Síðan erum við að klára miklar breytingar á húsinu. Við erum að fara að opna hérna annan stærri fundarsal sem er búið að vera langþráð. Við erum búin að vera að breyta og einangra og klæða húsið utan og fleira. Þannig að þetta er heilmikið breyting. Magnús, þegar það er útkall, hvar hefst hasarinn? Hvar hefst hasarinn? Hann alltaf byrjar í boðun frá neyðarlínu og þegar menn síðan mæta hérna húsið þá koma menn hérna inn í dyrnar og flestir okkar félagar eiga búnaðinn sinn hérna í húsinu og það er hérna inn í þessari aðstöðu sem er hérna. Já. Þannig að svona fyrsta viðkoma í félagann er hér á þessu svæði hérna. Hérna geyma allir búnaðinn sinn. Margir, jafnvel til 25-30 tíma og geta farið úr húsi hér innan svona 20 mínútna hálftíma með allan búnað og verið í aðgerð eða einhvers staðar út á mörkinni í, eins og segi, 25-30 tíma. Þegar menn eru mættir hér þá koma menn hérna fram fyrir og merkja sig hérna á töfluna hvort menn eru komnir í hús og annað, þannig að hér og síðan einhvern veginn þarf að hafa samskipti við hópinn og þá erum við með herbyggi hér sem hérna geymum við fjarskipti og hóparnir fá fjarskipti út til talstöðum og mismikið hvort það er eftir hópum. Og síðan er raðað niður í hópinn og svo þarf að taka ut ákveðinn búnað með sér. Það fer eftir hvort við erum að fara í fjallabjörgun, snjóflóðabjörgun eða almenna leit. Og svo náttúrulega er raðað niður í bíla og annað, þannig að bílarnir eru farnir hér út kannski, þannig að meira pláss hér. Og þetta hlýtur að kosta einhver ósköp, allir þessir bílar og þessi búnaður, þeir eru með snjósleða, einhvers konar verkfæri, fatnað og annað. Já, búnaðurinn kostar óheimi peninga. Þetta er mikill peningur sem fer í tæki. Og hvernig fjármagnið þetta? Hvaðan kemur peningurinn? Fjármagnið kemur sem betur fer bara úr samfélaginu, verðum að segja, sko, og við erum með ákveðna fjáraflanir og við erum í ýmsum stórum sem smáum. Okkar svona aðaltekjulind hefur verið flugveldasala áramótin. Nú sala á neyðarkalli, núna fyrstu helgin í nóvember, sem er á landsvísu eins og flugveldarnir. Síðan alltaf aðrar minni fjáraflanir sem stundum sem eru býsna drjúgar og við segjum ofta að það fer of mikil tími að afla teknana því að til þess að við vildum vera miklu meira á mörkinni að æfa okkur því að allt okkar starf, allar okkar ferðir og þjálfun byggist á þessu starfi. En þetta er bæði líkamlega og andlega krefjandi starf. Hvernig haldið ykkur við? Jú, það er andlegt í útköllunum. Já. Líkamlega er við kannski í ferðum og alls konar, námskeiðum sem við förum á. Já. Jú, við reynum að setja upp dagskrá heilt yfir árið, þannig að það fái allir eitthvað við sitt hæfi og það eru settar upp ferðir, miskrefjandi og það er farið þó að sé vont veður og farið í göngu skíðaferðir eða á tækjónum eða sleðum öðru. Og síðan alltaf eru ótal námskeið og margar helgar fara í námskeið, föstudag, laugardag og sunnudag, að læra eitt og annað eða viðhalda sér og rifja upp. Og ég segi nú gjarnan að þetta verður svona lífstíl, þetta er bara eitt áhugamál og þú ætlar að sinna þessu og
þú ert með mikinn áhuga á útivist og björgunarsveitastarfi kemur þá í framhaldið og nýtist þá líka. Hérna erum við eins og segir búin að vera að breyta og hérna alveg að klárast að hérna stilla búnaðum aftur upp á nýtt og hérna skipulag á öllum hlutum, þannig að ef einhverju beðinn að sækja eitthvað þá á hann ekki að gengja þessu, þetta allt nært. Hlutinni gerast hratt? Já, það ekkert við skulum segja, það reynd að fara eins hratt úr húsi og hægt með þó þann búnað sem til þarf. Við stökkum ekki bara í fötin og hlaupum út, heldur við þurfum að taka búnað með okkur. En þegar þú horfir hérna yfir þessi 15 ár, þau eru 15 ára í dag. Já. Hvað eitthvað sem eftirminnilegt? Það náttúrulega mjög margt sem eftirminnilegt og kannski, ég alltaf búin að starfa lengur en þessi 15 ári í björgunarsveitastarfi því að björgunarstarf á Akureyri mun eldra en það. Það alltaf margar leitur og margar aðgerðir, bæði jákvæðar og neikvæðar og hérna eina svona stærri leitun sem að sveitin tók mjög snemma þátt í eftir stofnun var leit að Davíð Patti út á Látrastönd. Mikil aðgerð og hérna kostaði mikið mannafla og fengur reyndar aðstoð víða en því miður hefur svo leitt ekki að skila árangur ennþá, það alveg hulið ráðgáta hvað var þann dreng. Síðan alltaf átal ferðir sem að koma upp í huga og svona ef ég ferð sem ég man svona eftir í Öglarbyggjuna, kannski einu af mínu fyrstu ferðum sem var nú, ég veit ekki hvort ég á þóra að segja það, en svona 1977, sem alltaf ansi breytti tímar, að hérna það var átt að fara í heilmikla ferðin á hálendið og heimsækja þar fólk sem hafði vetursetu þar með veðurathugunarstöðvar inn á Sandbúðum sem nálægt miðju hálendisins. Sú ferð átti alltaf að taka bara eina helgi en hún reyndist vikuferð þar upp að staði því að við fengum aftakaveður og vorum á snjóbílum, gistum í þeim í 2 nætur, vissum lítið hvar við vorum og höfðum bara áttavita og talstöð og verðum síðan 3 daga veðurteft í þessu húsi hjá þeim hjónum þarna og fengum mjög góðan viðgjörning þar. Heimferðin var líka söguleg því að það hefði fallið snjóflóð í Ljósaðaskarðinu og vegurinn þar ófær og þurftum að fara öfugmegin við vatni eins og sagt og snjóbílinn sem við vorum á var eini bílinn sem komst því það var búið að aftaka veður á öllu landinu. Þetta svona eina eftirminnilegum ferðum og kannski situr svolítið í manni jákvætt og þarna náttúrulega öðlaðist maður ferðafélaga fyrir lífstíð og þjappaði hópnum vel saman. Ég bara þakka þér kærlega fyrir samtalið og óska þér og ykkur innilega til hamingju með afmælið. Já, takk fyrir og kannski alltaf að koma því að við verðum með opið hús hérna á laugardaginn og ætlum að bjóða bæja að koma hér og skoða húsið okkar eftir breytingar og þykja kannski einhverja smá veitingar. Það verða hérna ýmsar björgunarsýningar, getur við sagt, en svona eitthvað verður að vera í húsinu allan daginn alveg fram til 4.